Jæja, komið þið sæl. Við ætlum að, í þessu myndbandi ætlum við að búa til svona breakout borð, eða development borð fyrir sjá östuringuna. Ég ætla að notast við layout sem að Adrian Torres hannaði í Fab Lab Leon og við ætlum að hanna borðið frá grunni í rauninni sem sagt, í Fusion eða þetta er svona rafrása hönnunar element í Fusion 360 sem er byggt á einhverju sem að hét einu sinni Eagle eða Autodesk Eagle. Autodesk Eagle er í rauninni ekki lengur stutt og hættir stuðningi 2026, þannig að við ætlum að hanna þetta í Fusion. Ég hef ekki notað mikið Fusion extensionið, þannig að mögulega mun ég eitthvað koma til með að hiksta. Gerir mitt besta við að klippa það allt saman í burtu. En já, við skulum bara byrja. Það fyrsta sem þið þurfið er að downloada sem sagt, Fusion 360. Þið getið haft samband við mig ef ykkur vantar sem sagt, license, en það er þetta að fá student license fyrir Fusion 360. Það sem þið þurfið einfallega að gera er að fara á Autodesk Fusion 360 og sækja sem sagt, education license fyrir það. Skrá ykkur inn og fylgja þeim leiðbeiningum sem þið finnið. Ekki fara í trial version sem er bara 30 daga license, heldur sækið ykkur student license þannig að þið hafið að minnsta kosti út önnuna til þess að hafið aðgang að þessu út önnuna. Og það er ekkert mál fyrir mig að bæta ykkur inn og gefa ykkur aðgang að forritinu ef þið lendið í einhverju veseni með að sækja það. Þegar þið eru komin með Fusion 360 þá farið þið inn í File og New Electronics Design sem er upp í inn í New File og Electronics Design og þá fáið þið þetta Space og síðan farið þið inn í New Schematic og þá eftir henni búin að lóta þá fáið þið upp þetta Space, þá er það svona. Til að byrja með þá ætlum við að vinna þess með hvaða library við erum að vinna með, því að hvaða íhlutasafn við ætlum að vinna með. Við þurfum að fara inn og við þurfum að googla sem sagt Fab Lab Library for Eagle. Þá þurfum við inn á FabCloud Electronics GitLab á FabCloudinu inn í Eagle og við downloadum bara í rauninni zip-file af öllu þessu síðan förum við inn í möppuna og extraktum hana svona og þá fáum við upp þennan glugga Eagle Master og fab.lbr. Förum inn í Fusion, förum inn í Open Library Manager og Import Libraries, Import from Local Disk og þá navigerum við í þessa möppu og opnum Fab Lab Library Það birtist aðeins neðar, Fab og það er hér og þá einfallega lokum við þessum glugga. Förum inn, skruðum niður, ítum á Fab og þá erum við í rauninni með miklu einfaldari íhlutalista heldur en ef við værum að nota allt íhlutasafnið sem að Fusion eða Eagle býður upp á. Það getur verið algjör sérstaklega fyrir einstakling einhvern sem er að byrja í þessu öllu saman, að þá getur verið þvílíkur frumskógur að reyna að flysja í gegnum allt íhlutasafn sem er til á netinu.
Þetta er bara svona mjög einfalt og þægilegt íhlutasafn af svona nokkurn veginn þeim íhlutum sem ég býð upp á. Engan veginn, ég er ekki með alla þessi íhluti sem eru hérna inni, en það er þó einfalt að finna þá í þessu hérna. Við byrjum bara á því að tvísmella hérna á FAB ESP32C3 og setjum hann, maður sjá, viljum við hafa, já, við höfum þetta svona og síðan getum við ákveðið hvernig við rótirum honum. Við ætlum bara að hafa hann svona og done. Síðan ætlum við að sækja okkur, því við ætlum að vera með takka og díóðu. Þá þurfum við að finna hérna switch, tactical switch, sem er svona lítill takki. Ætlum að setja hann, og ef ég hægri smelli þá get ég svona róterað honum. Ætlum að hafa hann hérna og done. Við ætlum að setja 2 viðnám og við erum með stærðin á viðnámanum þurfum við að velja seinna, en fótsporið er svokallað 1206. Það er sem sagt físisk stærð á viðnáminu. Það er ekki hversu mörg ohm viðnámið er, heldur bara er þetta nafnið á fótsporinu. Við ætlum að setja, maður sjá, bara til að vera viss hérna, förum niður, 1, 2, 3 viðnám sem við ætlum að setja, og ég skal útskýra í hvað þau notast eftir smá. Þannig að 1, 2 og 3, setjum þetta bara hér og já, hérna, og við ætlum að setja LED og við ætlum að hafa það líka, við ætlum að hafa það svona, FAB 1206. Við ætlum að hafa hana bara hérna, svona. Síðan þurfum við þurfum 5 pinna headera og þeir hérna kallast connector FTDI. Ætlum að hafa þá 1 og 2. Síðan þurfum við, ég held hann hafi sett 1 svona sem er sér hérna, og þá held ég að við séum, hérna erum við með SPD switch. Sjá, er hann hérna, SPD switch, já, það er sér hérna. Þú að hafa eitt svona hérna líka. Ok, og þá er ég svo sem bara, ég ætla bara að fylgja þessu hérna og tekna það upp. Þannig ég ætla að færa þennan til hlíðar, en það sem við erum í rauninni að gera, hérna er sem sagt, hérna er borðið og hérna eru svokallaðir hérna general purpose input output 2, 3, dararara. Þetta er þá bæði digital og analog pinnar. Hérna er ákveðin samskiptaleið. TX og RX er fyrir USB, USB serial, og hérna er SPK, forritanlegir inngangar líka. SDA og SCL er hérna I2C. Þannig að við erum með 3 samskiptaleiðir hérna sem við ætlum að stilla hérna inn á pinnan okkar,
og ég ætla að tekna þetta upp fyrir ykkur og ég eflust kem ég að þess í öðru vídeo setna mér hvernig þessir pinnar allir saman virka. Þannig að ég ætla bara að færa þetta hér og var það svona. Það fyrsta að þessi hérna, hún hérna, síðan erum við með þennan hér og þennan hér. Þessi verður bara hér. Það verður með takkan þetta fyrir ofan og díóðina sömuleiðis. Og þessi hérna, svona. Þá erum við með hérna þetta sem kallast net hérna og við notum það til þess að tengja á milli. Við getum tengt það bara svona beint hérna í ef við viljum, en það sem mér finnst þægilegast að gera að búa bara til svona litla línu svona og við skýrum þetta eins og hérna inn í takkan. Að þá erum við með, sem sagt, við erum með viðnám sem að kemur hérna og díóðan hér og hér svona og já, síðan eitt hérna pull down viðnám sem við getum haft bara hér. Þannig að þetta í rauninni einfalt hérna á milli, þannig að við ætlum að tengja þessa, en hérna upp ætlum við að hafa hérna tengingu í A7 og þá getum við denota þetta sem að við kallum hérna, ætlum að kalla þennan hérna A1. Og þá þessi hérna tenging tengd í A1 sem að verður raunar hér. Þannig að þessi heitir A1. Og þá tenging hérna, þá veit forritið að það tenging hérna á milli og ég þarf ekki ég þarf ekki að tengja línuna alveg niður og það auðveldara fyrir mig að finna hvað hvar. Þetta á að vera 3x3 svona og hérna út ætlum við svo að vera með GND svona. Ég ætla bara að tengja þetta allt hérna sem snöggvast svona. Svona. Þessir hérna á að tengjast. Og hérna. Og svona. Þá erum við búin að gera vír alls staðar og þá getum við farið í að búa til í rauninni rásina sjálfa. Þetta á að vera A6. Hérna ætlum við að vera með GND fyrir ground. Tengja þetta saman.
Hérna er nei, þetta er 3v3 og þetta er 5 volt og hérna er GND svona við erum með Mosi hérna þetta á að vera A7 Miso á að vera A9 nei, Mosi á að vera A10 fyrir ekki svona, nei A10 serial clock er A8 svona RX það er A7 TX er A6 svona síðan erum við með A0 við erum með PD28 PA D2 þetta er A2 væntanlega er þetta hérna bara A3 svona SDA þessi L það má í rauninni skýra þetta hvað sem við viljum svo lengi sem að við vitum hvar mótið sem sagt hvar við ætlum að vera með þetta móti þar sem ég er að styðjast við hönnun frá einhverjum öðrum þá er þetta í rauninni frekar einfalt fyrir mig en ég mætti alveg skýra þennan þú veist, hérna stendur A8 ég má alveg skýra hann D8 og síðan D8 á móti en þetta er bara einleið til þess að denotere hvar við erum stödd hérna þetta er pull down viðnám fyrir groundlínuna og hérna líka nei, við erum já, þetta er 0 ohm viðnám sýnist mér já þetta er 0 ohm viðnám þetta er rauninni bara jumpervír sem er notaður hérna þannig að það er bara til þess að geta rátað rásina auðveldar hérna erum við með GND hérna erum við með 5 volt þessi hérna er ekki tengdur hérna erum við með GND A3 A2 A1 A0 og 3 volt hérna erum við með GND hérna erum við með 5 volt hérna erum við með SDA SL hérna erum við með SK og hérna erum við með ekkert af þessum hérna síðan erum við hér með A10
Hérna erum við með A9. Hérna erum við með A8. Hérna erum við með A8 og hérna sem ætlum að vera með allt þetta hérna er jörð. GND svona, yes, og svona. Þá erum við komið með sem sagt schematic teikningun okkar. Alltaf þegar við erum að búa til rafrásir þá byrjum við á því að búa til svona schematic teikningu þar sem við ákvörðum hvaða íhluti við ætlum að nota og hvernig við ætlum að tengja þá. Þegar við erum búið með schematic teikningun okkar þá viljum við vista það sem við erum búin að gera og það er ekkert að ég gera það reglulega. Schematic sjá, vistum það og þá förum við yfir í, já, núna þarf ég að leita að, já, switch to PCB document, svona. Og þá förum við yfir í að hanna hvernig rásina okkar á að vera uppsett sem slík. Það er ágætt að byrja á stóru hlutunum þegar við erum að hanna og aftur það er hægri, maður heldur inn í vinstri takkanum og hægri takkinn fer svo í að að rótera hlutnum. Setjum takkan bara hérna á miðjuna. Mér finnst fínt að maður sjá hvað erum við með hér. Hérna er líklega þessi hérna og síðan erum við með þennan hérna. Það getur verið fínt að fara hérna í grid settings og setja þetta hérna niður í 0,01 millimeter og þá erum við miklu meira miklu meiri stjórn á því hvernig við hvar í griddinu við erum. Og ég veit að út frá þessum teknikum sem að Adrian er með þá eru þessir hérna tveir saman. Við getum sett takkan okkar hann á að vera hérna niðri, sýnist mér. Þessi er staðsettur hérna. Svona. Og takkin hérna einhvers staðar undir. Og síðan er þessi hérna sýnist mér vera hérna. Díóðan okkar hún er hér. Hvernig var þetta? Já. Díóðan okkar hérna viðnám. Hérna viðnámið. Þannig að við setjum viðnámið hér og díóðina hér. Sýndist þessi að vera einhvers staðar hérna. Nei. Já, þetta verður takkan, já. Þetta er einhvern veginn svona. Þessi er að vera hérna saman, hérna niðri. Ég sé. Þessi er A1.
Nei, þess að vera A7. Þess að vera A7. Þá uploadast þetta hérna í forritið. Þannig að þá erum við svona nokkuð tegn komið með layoutið okkar og þá þurfum við bara að búa til sem sagt rásatekninguna sjálfa. Mér finnst oft fínt að hérna sem sagt það er hægt að gera eitthvað svona automatic routing og alls konar svona fiffity-faff en þetta er í rauninni að einhverju leyti skemmtilegasti parturinn af þessu. Við viljum vera nokkuð viss hvaða routing width við viljum hafa. Það er reyndar eitt sem að getur verið mjög gott að gera akkurat þegar við erum komin á þennan stað er að við förum hérna, byrjum við, nú ætlum ég að leita aðeins að því, ef ég fer hérna í Rules, Design Rules. Vandamálið okkar er við viljum vera vissum að hérna við séum með Já, því að við erum með 0,4 mm fræsibita, þá viljum við vera með alveg vissum að clearancið okkar á milli rása sem að eiga ekki vera tengdar síðan minnstakosti 0,4. 0,45 er rosa gott að hafa, þá erum við með alveg pottþétt nægilega gott clearance. Og þetta finnst mér fínt að hafa 0,254 cirka about, nei, jú, hvað er það? Jú, það er alveg nóg, það ætti alveg að vera, nóg. Við viljum nota aðeins hærra fyrir ground og spennu, þetta, fyrir gagnalínuna er þetta allt í lagi. En fyrir ground og fyrir fæðispennu þá viljum við hafa þetta hærra. Þannig að byrjum bara á því að vera með þetta í 0,5 og já, þá er þessi hérna 5 voltinn. Ja, höfum þetta bara allt í 0,5. Þá erum við bara alveg örugg með að allt virki. Þetta svona og þá er þetta svona. Þessi fer hérna upp. Svona. Svona, þessi fer hérna inn, þessi fer hérna inn, má ég sjá, kemst ég hérna milli, velti ég fyrir mér, nei, þetta er of lítið, þetta er of stórt segi ég, þá viljum við hafa þetta 0,254, prófum það. Úps, kemst ég hérna, já, ég kemst hérna á milli, förum í 0,3, kemst á milli, 0,4, kemst ekki á milli, 3, 5,
kemst á milli. Ok, 0,35 örugglega allt í lagi. Þá ætla ég að veiða þessu öllu hérna. Þetta bara allt í sömu stærð. Nema reyndar groundið og nei, það má allt, þetta er allt til að þetta sé allt í sömu stærð. Svona. Þetta er ágætis regla að vera með jörðina og hvað er ekki það? Við erum í jörðina og fæðispennu í stærri, en þegar við erum að vinna með svona litla spennu og lítinn straum, og þá erum við alveg í góðum málum svona. 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 Þá er ein hlið svona nokkuð daginn búin. Síðan erum við með þessi hérna. Já, það er smá. Byrjum á, það er þessi hérna. Þessi á að fara smá krók. Já. Þetta á að vera sjá. Og við mistum mér hérna aðan. SK. Það var SK hérna. Og þetta á að vera 3,3 volt. Svona. Og þá fer þessi hérna hingað. Já, við getum svona klárað hana eftir. Svona. Þá erum við komin eitthvað áleiðis, allavega. Síðan er þessi 5 voltinn og hérna á svo jörðin. Svona. Þá erum við komin hérna megin. Þessi tengist og þessi tengist. Já. Það var, ég skil. Það þarf að breyta þessu hérna vegna þess að þannig er það í hönnuninni hans. Það er raunar þannig að
Já, það skiptir ekki alveg máli. Í hönnuninu hans það þannig að þessi hérna tengdur frekar. Eins og þið sjáuð á myndinni hérna þá eru tengdir innbyrðis, þannig að það í rauninni skiptir ekki máli hvort við tengjum, en til þess að fá það rétt samkvæmt hvernig allt þetta hérna hannað, þá þarf þetta hérna að vera tengt. Þið sjáu þetta augnablik. Þannig að þá ætlum við að eyða þessu. Svona. Þetta fyrir ykkur að vera svona. Done. Og það getur verið ágætt að vista reglulegin á milli svona. Þannig að allt sé í góðu gangi ef að eitthvað kemur upp á hjá okkur. En þá sjáum við hérna að þeir eru hérna öðruvísi heldur en þeir voru. Svona. Og þá á þessi hérna að koma svona og síðan á hann að tengjast við really já, það er 0,3. Úps. Já, hann sáttur við það. Nei, þetta vitlaust. Já, þessi á að vera hérna megin. Það er að vera svona. Og raunar svona. Þannig að þá fer þessi hingað. Þessi fer hingað. Hingað. Og þá kemur þessi hérna svona í gegn. Til að hafa þetta aðeins snyrtilegra. Og fínt að hafa það svona hérna hlið við hlið. Og þá á þessi að koma svona. Þessi á að tengjast hingað. Þessi á að tengjast hingað. Svona. Og það er alltaf í lagi núna að gera þetta svona dálítið snyrtilegt. Og þá í rauninni hérna rásatekningin okkar þannig að sé tilbúin. En núna þurfum við að undirbúa hana þannig að við getum fræst hana út hjá okkur. Og þá einfallega þurfum við að exporta hana. Display layers hérna. Og ef við hættum allt þetta hérna. Prófum þetta. Image, monochrome, 150.
og skýrum þetta sjá breakout ok þá kemur hún út svona sem akkurat það sem við viljum þegar við erum komin með þetta hingað þá þurfum við að klára að edita hana þannig að hún sé tilbúin fyrir fræsingu hjá mér og þá þurfum við að fara inn í forrit sem heitir Inkscape við erum inn í Inkscape og þetta bara venjuleg PNG mynd hérna við þurfum að fara í Path og Trace Bitmap Apply og þá ættum við að vera komið með sjá nú veit ekki hvað já, þetta það skráin sem við viljum raunar eiginlega betra að við gerum þetta svona Trace Bitmap og Invert Image svona Apply og þá fáum við hana þá fáum við bara akkurat rásina þá þurfum við þetta hérna ekki lengur þá rásin okkar hérna tilbúin í vektorgrafík og til þess að staðfesta að hérna, þetta sé allt saman satt og rétt við finnst fínt að nota mismundi liti að hérna á milli ætti að vera 2,54 millimetrar og við getum séð það hérna að það er svona approximately 2,54 þá vitum við að þetta er ekki það er ekkert skölunarvesen á milli forritana sjálfra þannig að það eru góða fréttir ef að það væri einhver skölunarvesen og hjá sumir lenda í því að þegar þeir exportera svona myndir og hérna þetta getur verið kannski 25,4 eða eitthvað það er að segja myndin hérna er miklu stærri heldur hún ætti að vera og þá er þetta skala hana niður við þurfum í rauninni bara að finna hvað er rétt hlutfall við vitum að hérna milli ætti að vera 25,4 ef að þetta væri 2,54 segi ég þetta væri 25,4 og þá vitum við að myndin er 10 sinnum stærri en hún ætti að vera og svo kolli það er hægt að finna það er hægt að fara aðeins og finna hlutföllin í því samhengi þannig að við vitum að þetta er allt í lagi við viljum að myndin okkar sé í rauninni hvít og svörtu þannig að núna þurfum við að búa til hérna svona gerir bara kassa við ætla að hann sé á botninum þannig að það er hérna þannig að núna þurfum við að ákveða layoutið það er að segja hvernig útlínutan á borðinu okkar séu ég myndi vilja þetta er örugglega bara fínt svona það er að gera alls konar 55, þið getið skrifað nafnið ykkar eða þið getið haft einhver önnur form eða viljið á þessu þið hafið alveg hérna fullt frelsi til þess að hanna þetta eftir vilja þið þurfið ekki að fylgja þessu layouti heldur en skematikkinni þurfum við að fylgja eftir þannig að hún sé nokkurn veginn rétt þannig að þetta er einhvern veginn svona og þá á ég vil hafa hérna samt kassa svona sem á að vera beinn og hann á að vera á botninum og höfum hann bara svartan og svona og svona Ctrl D fyrir duplicate setjum hann á botnin tökum þessa hérna mynd og færum hana yfir þessi á að vera alveg skjannahvítur og þá er í rauninni rásin okkar tilbúin fyrir fræsingu
Þannig að þetta það sem að þið komið með til mín. Í rauninni, já, ef komið til mín, það síðasta sem þið þurfið að gera að fara hérna, taka þennan Ctrl-G fyrir group eða object og group hérna, Ctrl-G. Til að exporta þessu það farið hérna í file og export og gerir selection DPI á að vera 1000 og exportið þessu einhvert sem þið hérna niðri, exportið þessu einhvert sem að þið getið fundið þetta. Og þessi hérna fæll á að heita traces og þessi hérna á að heita outline. Það svona að lokum, þegar það komið, þá förum við hérna og þetta gerir þið bara hjá mér en ég ætla bara að sýna ykkur það þannig að þið séðu svona, hafið séð það áður. Við förum inn á mods.mit.cpu.edu mods.com var það svona nip fabmods mods í hérna þetta mods project þarna var það. Förum í programs, open programs. Við ætlum að nota Roland SRM20 PCB, select PNG, já. Finnum skjölin okkar. Þá þetta hérna fyrst. Mill traces. Þetta hérna á að vera 0 og 0 og 0. Við sjáum þetta. Sem sagt, hérna komið myndin, select PNG. Við ætlum að nota traces. Og við ætlum að gera save. Og þá einfaldlega calculate. Og hérna það ágætt að vera búin að gera þetta áður en þið mætið til mín. Við viljum sjá hvort að það sé einhvers staðar tengipunktar hérna á milli. Eins og þið sjáuð að það er þessi hérna rauða lína, þá er fræsirinn í loftinu. Við viljum athuga hvort að það sé ekki alveg örugglega tengingar hérna og hvort það sé einhvers staðar tengingar á milli þar sem við viljum ekki hafa þau. Og mér sýnist þetta hjá mér vera allt í lagi. Nei, hérna verðist vera tengipunktar á milli. Þannig að þessi þyrfti að fara aðeins neðar. Eða þá við getum skorið aðeins úr því þegar við erum búin að fræsa þetta. Ég ætla ekki að laga þetta hérna í þessu vídeo hjá mér. En ég mælist til þess að þið gerir það hjá ykkur áður en þið mætið til mín. Þess að ég er búin að fara aðeins í gegnum þetta og yfirfara þetta. En þegar við erum komin á þennan punkt þá er eiginlega komið tíma á næsta vídeo. Þannig að já, þetta hvernig maður býr til rafrás í Fusion 360. Gangi ykkur vel.